Já, velkomin að rauða borðinu eftir smá hlé út af flensu og veikindum. En við höldum áfram að reyna að skilja tímana sem við lifum og það sem eitt mesta einkenni þeirra núna náttúrulega stríðið í Úkraínu og til þess að skilja hvaða áhrif það kann að hafa á efnahaginn í heiminum og upp á litla Íslandi hefur við fengið Gylfa Zoëga, prófessor í hagfræði, til þess að spjalla við okkur. Vertu velkomin, Gylfi. Já, sæll vertu. Herðu, þakka fyrir að gefa þér tíma í þetta, en það sem að mér langar að bara kostum upp svona nokkru myndum og ég að spyrja inn í framtíðina, þannig ég ekki alltaf þess að þú svarir og svona heldur, regna ég með að út úr samtölu okkar komi svona eitthvað svona kort sem að við getum haft, þar sem við erum að velta fyrir okkur hvaða afleiðingar getur haft. En ef að við byrjum bara, það stríð í Úkraínu og segjum að það verði ekki mikið lengra þetta, það verði samið fljótlega. Hvaða skaða hefur þetta stríð valdið á efnahagi heimsins og hvaða afleiðingar mun það hafa hingað heim? Sko ég held að stóra myndin sé svo að þessi styrjöldin að flýta þróun sem að var byrjuð áður með COVID-farsóttinni, að þessar alþjóðlegu framleiðslukeðjur sem hafa orðið til á undanförnum áratugum, að þær eru að ganga tilbaka einhverju leyti. Þannig að hagkerfi séu samtvinnuð eins og Bandaríkin og Kína, það að með vilja verið að draga úr því. Þannig að það sem við kallum globalization á ensku, þessi alþjóðavæðing, hún að ganga tilbaka og styrjöldin verður til þess að hraða mjög því ferli. Svo stóra myndin það svo að þó að þetta stríð verði búið í næstu viku, þá verður Rússland ekki treyst. Það mun taka eitthvað tíma fyrir Rússland að verða aftur jafntengt þessu alþjóðlega hagkerfi eins og það var áður. Og Úkraína auðvitað með miklar skemmdir og þannig að tekur tíma að byggja það upp aftur. Svo þessi þróun til þess að minnka alþjóðavæðingu, hún mun sjálfsagt verða mjög hröð núna. Og það, eins og það var grein í Financial Times í gær, sem var að leggja áherslu á það að Vesturveldi notuðu það tæki til þess að svara fyrir sig að frysta allan gjaldeyrisforða Rússlands í dollurum. Verður til þess að hin kerfin eins og Kína og Rússland munu reyna að koma sér upp einn greiðslumiðlun sem enn rýfur þetta alheims hagkerfi upp í blokkir. Svo erum að sjá, held ég, þróun þar sem verða til nokkrar efnahagsblokkir og líka sem fer saman við varnarmál. Það verður Evrópa, Vestur-Evrópa og með þessum NATO-ríkjum í austri, síðan Bandaríkin og svo Kína, þriðja, og svo önnur lönd sem eru hvorki eins og Ástralía verður tengt Bandaríkjunum og Japan, Suður-Kórea. Svo það verður þessi sundrung í viðskiptablokkir og þannig að við erum í Evrópu, þá væntanlega mun það gerast. Evrópa er byrjuð að hervæðast. Við erum að sjá það í Þýskalandi og öðrum Evrópuríkjum. Svo Evrópa verður innan einhverja ára meira sjálfri sér næg þegar kemur að varnarmálum og verður efnahagsblokk sem að við erum þá tengd. En þetta kallar á allavega umræðu og sennilega breyttar áherslur í utanríkismálum hér og það ekki búið að taka þá umræðu. En það vonandi að stjórnmálin gerir það fyrir það síðar. En svo til skamms tíma, þá hvort sem þetta stríð varir lengi eða skemur, þá hefur þetta þau áhrif að hrávöruverð hækkar, Rússland flytur út olíu og gas, við erum að tala hveiti, líka frá Úkraínu og ýmsa málma og þetta verður til þess að verða á þessum vörum hækkar sem áhrif á lífskjör til skamms tíma allan heim. Það kemur sérstaklega illa við
og vanþróaríki sem eru ekki langt frá lífsviðurværismörkum, en líka hér. Svo getur búist að lífskjörin hérna versni vegna þess að við sjáum til dæmis verð á eldsneyti hefur hækkað. Það var í síðustu verðbólgumælingu, svo það er dýrara að fylla tankinn. Og það er bara kjaraskerðing fyrir þessa þjóð sem hér en hún hefur efni á því, en það eru margar fátækar þjóðir sem geta lent í vanda, sérstaklega verða hveiti hækkað á heimsmarkaði. Svo það er kjaraskerðing þannig til skamms tíma og til meðallangs tíma þá þessi sundrungi viðskiptablokkir hún og minni alþjóðavæðing sem mun væntanlega sér stað. Þetta var langt svar. Var við því sem það spyrja? Nei, já, við skulum brjóta þetta aðeins niður. Ef við tökum bara skemmri áhrifin fyrst, þá er það að hérna mun verð á nauðsynum hækka. En þetta mun líklega leiða líka til samdráttar í heimshagkerfinu. Þannig að við munum þá líklega flytja inn verðbólgu, en við munum líka flytja inn efnahagssamdrátt, því að það verður meiri eftirspurn eftir okkar dóti. Jú. Það er þannig. Það segja, ef það er samdráttur í viðskiptalöndum, þá hefur það áhrif á útflutningsmarkaðina og síðan hærra verð á innflutningi, það hefur líka áhrif á innlend verðlag og verðbólgu. Svo verðum að sjá fram á Þetta var byrjað með COVID, þessi verðbólga sem að stafar af hnökrum á framboðslið, hún verður þá enn meiri og enn verri viðfangs og þetta er eitthvað sem er mjög erfitt að eiga við hvað var það hagstjórn. Það segja lífskjörin rýrast svo fremur sem útflutningur hækkar ekki þeim meiri í verði. Þá rýrast lífskjörin og það er innlendu verðbólga og hún er að byrja að hækka mjög skarpt og þetta er eiginlega martröð í hagstjórn því að þá hækka bæði verðlag og svo er líka samdráttur samtímis. Já, sem er ástand sem við höfum ekki séð síðan á 8. áratugnum og fram á 9. Það er mitt, já. Og enginn kann ráð við eða hvað. Síðast var alþjóðavæðingin var lausnin síðast við víxlverkun verðlags og launa inn í lokuðum hagkerfum. Það var alþjóðavæðingin var lausnin, en núna er verið að þrengja að alþjóðavæðingunni og draga aftur inn í skelsir. Trump einhvern veginn er að vinna allstaðar, það eru trumpistar allstaðar sem að vilja treysta innanlandsviðskiptin, minnka alþjóðavæðinguna og þá hafið þið engin tæki til þess að klíma við það. Það er spurning hvort þetta er gott eða slæmt, því að það sem hefur gerst með alþjóðavæðingunni er að störfin eru flutt út til landa þar sem að laun eru mjög lág og það lyftir upp lífskjörum í þessum öðrum löndum, en störf tapast heima við. Svo þeir, eins og í Bandaríkjunum, þegar iðnaðarstörfin flytjast til Mexíkó og Kína, þá hverfa þau í Bandaríkjunum og þar verða til lélegri störfi í þjónustu greinunum. Þetta veldur ólgu í Bandaríkjunum og útskýrir meðal annars þetta Trump fyrirbæri sem var til. Og svipað hefur gerst í Evrópu. Þegar þessi alþjóðavæðing, en hverjir hagnast á því? Jú, við hagnast á því með því að við getum keypt ódýra vörur. Það segja, þeir sem halda vinnunni, þeir geta keypt sér ódýra síma og tölvur sem eru fluttar inn frá þróunaríkjum eða nýmarkaðsríkjum. En þeir sem tapa eru þeir sem missa störfin sem að voru góð og voru á Vesturlöndum áður. Svo ef það gengur tilbaka, þá koma störfin aftur. Þannig að það verður meiri eftirspurn eftir vinnuafli á Vesturlöndum sem að það er ekki alvont. En sumar af þessum framleiðsluvörum verða dýrari. Og svo eru aðrar afleiðingar, eins og þeir sem eiga fjármagn. Það segja fjármagnið verður hlutdeild fjármagns í þjóðtekjum sem hefur farið vaxandi í þessum löndum, ekki hér en í þessum löndum, svo stóru löndum. Því að hlutdeild launa hefur farið lækkandi og það er sagt að þessi alþjóðavæðing hafi haldið aftur af vinnuafli, innlendu vinnuafli, vegna þess að það var alltaf að flytja störfin úr landi. Ef að það hættir, þá verður vinnuaflið sterkara í samningum, svo að kjör almennings gætu batnað. Þetta verður þá færsla frá fjármagnseigendum til vinnuafls á Vesturlöndum.
eins og í þessum nýmarkaðsríkjum, það eru allar góða fréttir fyrir þau að störfin fari aftur til Vesturlanda, en það já, þannig að þetta margslungið. Svo að þessi heim, þar sem að við erum að kaupa þessar ódýru framleiðsluvörur í búðum, það eru föt og raftæki og annað slíkt. Þar sem að þessi fáu fyrirtæki sem eru búin að drottna yfir heiminum, eins og Google og Apple og hvað það heita, hafa gríðarlegan hagnað. Þar sem að hlutdeild vinnuafls í þjóðtryggingum hefur farið lækkandi. Þar sem að hlutabréfaverð hefur farið upp úr öllu valdi og fasteignaverð upp úr öllu valdi. Þessi heimur, þar sem eignaverðin eru svona hlutdeild hagnaðar svona mikið, hlutdeild launa farið lækkandi, störfin að flytjast út, óánægja heima við á Vesturlöndum sem að veldur í að kjósendur kjósa fólk eins og Trump, svona populistar hreyfingar. Þessi heimur, hann virðist vera að ganga tilbaka og það er ekki alvont. Ef þú ert láglaunamaður í miðríkjum Bandaríkjanna sem hefur það ekki eins gott eins og foreldrar en svo sagt við því að það er svo frábær, kapitalismin er svo frábær, hann er búin að lyfta 100 milljóna Kínverja upp úr fátækt, þess vegna er þetta allt í lagi. En þitt líf er ekki í góðum málum og þú getur ekki sendt börn inn í skóla, að þá veldur það óróa á pólitíska sviðinu og það má segja, hagfræðin er alltaf sagt, jú, það eru sumir þeir sem hagnast af þessum viðskiptum, hagnast meira heldur en hinir sem tapa á þeim. Svo það var eftir að bæta upp tjónið hjá þeim sem að verða fyrir tjóni vegna þessar alþjóðaviðskipta. En svo var aldrei athugað, þessu fólki bætt upp tjónið og svarið nei. Það er bara, við segjum alltaf að alþjóðavæðingin er góð, frjálsviðskipti svona eru góð, það er gott að fyrirtæki búið til störf í láglaunalöndum. En það er ekki gott fyrir alla. Svo þessar stóru línur, það hvernig fjármagnið hefur hagnast og vinnuaflið verið að gefa eftir á Vesturlöndum, hvernig innfluttur varningur hefur lækkað í verði. En einhver hluti fólks á Vesturlöndum búið við mjög skert kjör. Þessi heimsmynd getur verið að breytast núna með þessum átökum sem að það er gott og það er slæmt, það fyrir eftir hver þú ert. Já. En þetta lýsa svona mjög langri og stóri sögu, þetta er að lýsa endalokum nýfrjálshyggjutímans og bara svo að sé ljóst að hlustendur fylgja okkur að þá í stöðnunartímum 8. áratugsins þar sem að var ríkjandi verðbólga var lausnin sú á stighækkandi launum og verðlagi að það þurfti að brjóta raunverulega upp vald verkalýðshreyfingarinnar sem að gat alltaf sagt sótt kjaraskerðingar vegna þess að staðan var orðið þannig út frá auðvaldinu eða kapitalinu að það borgaði sig ekki fjárfestaríkt, þannig að það var svo lítill afgangur fyrir þá. Þannig að það var flutt út störf, það var búin til samkeppni á vinnumarkaði til þess að brjóta upp völd verkalýðsfélagana sem að leiddi af sér alþjóðavæðingunni eitthvað svoleiðis. Og það sem ég ástæða fyrir að fer yfir þetta er það að þú talar svolítið að þetta fari tilbaka. En heimurinn sem að var 1980, hvernig valdastrúktúr var í samfélaginu, hvernig auðvaldið á Vesturlöndum var, hvaða tæki það hafði og hvað það var að verja á annað slíkt. Heimurinn í dag, hann er allt annar en það var þá. Þannig að það er ekkert gefið að það sé einhver vilji til þess að fara aftur og þá maður sér eiginlega ekki hver á að taka þá ákvörðun því á leiðinni hefur ríkisvaldið mist mikið af völdum, það er orðnir sjálfstæðir seðlabankar, það eru alls konar ákvarðanir verið varpað út á hinn svokallaða markað, þannig að maður sér ekki alveg þetta er svo gerólík samfélög 1980 og 2022. Já, það fyrir eftir hvað, ég vil samt heldur að tala þetta á þessum nótum, en svo kapitalismi er gríðarlega öflugt kerfi sem hefur lyft lífskjörum í gegnum aldirnar síðustu 200-300 árin og við höfum það svo að jafna það meðaltali óendanlega mikið betra heldur en fólk fyrir 50 árum eða 40 eða 30
lífskjörin hérna í okkar landi eru margföld í það sem var 1980 þrátt fyrir alla alþjóðavæðingu. Kannski sumpart vegna hennar en eins og við talaðum það. En þessi kapítalismi, hann reynir alltaf að lágmarka kostnað við að framleiða hluti með nýrri tækni, með því að flytja störfin þangað þar sem það ódýrast að framleiða. Og hann hefur lyft upp, eins og segi, 100 milljóna manna úr fátækt í Asíu, sem hlýtur að vera gott. Þetta gríðarlega öflugt tæki. Ég meina, kapítalismin hefur gert mikið gott fyrir lífskjör í Kína, að meðan að kommunismin gerði ekkert annað en að skemma og valda hungursneyðum í Kína þegar hann var þar ríkjandi. Svo kapítalismin, hann eins og hann Allt í lagi, Gylfi, ég ætla ekki að byrja að afneita kapítalismanum, þetta allt í lagi. Ég var bara að tala að að það voru svo mikil breyting á samfélaginu á þessu 40 árum að það svo að fara allir aftur, það getur verið að það sé ekki svona í boði. Nei, það spurning hvernig stofnarnar breytast yfir tíma, en við getum búist, ég held við getum búist við því, til skamstíma höfum þessar verðhækkanir, en til aðeins lengri tíma litið, þá getum við búist við því að eins og Evrópa verður viðskiptaheild, hún að gera sig meira óháða Rússunum með eldsneyti, að viðskipti við Kína dragist kannski eitthvað saman eða aukist allavega ekki. Hérna í Evrópu sem það okkar svæði, og þá spurning hvernig við eigum að hugsa okkar öryggi á þessu svæði og okkar viðskiptahagsmuni hérna á þessu svæði sem við erum. Það ekki lengur í myndinni eins og var hérna fyrir nokkrum árum að tala upp Kína hérna, það voru stjórnmálamenn sem sögðu að Kína væri framtíðin fyrir Ísland. Evrópa væri bara heimsölva þar sem fólki var að verða gamalt og þar væri ekki framtíðin, en Kína væri land 21. aldar og við ættum að horfa þangað. En ég held að þessi mynd hafi breyst, að þegar það gerðist ekki sem var verið að vonast eftir í, að með þessum miklu viðskiptum þá Kína meira lýðræðisríki og hið sama Rússland. Það hefur svo sannarlega ekki gerst. Þess í stað Kína orðið sterkt efnahagsveldi, en það menn skynja hernaðarlega ógn. Svo spurningin hérna í okkar landi sem staðsett á mjög mikilvægum stað, svo stórveldin vilja gjarnan vera hérna. Hvernig á að snúa sér í málinu? Á það ennþá við að efla tengsl við Kína, viðskiptalega og stjórnmálalega, og ég myndi halda ekki. Nóg bara að vera í NATO með Bandaríkjunum, þetta að treysta því að Bandaríkin muni sinna Evrópu í framtíðinni. Þess að ef Trump kemst aftur til valda, þá kannski ekki hægt, eða einhver trumpisti sem ekki fjarlægur möguleiki, þá ekki hægt að treysta á Bandaríkin hérna lengur. Svo hvernig á að huga öryggi og efnahagslega tengslum með þessa land. Svo þetta eitthvað sem ekki að tala hérna ég hef ekki orðið var við, en þyrfti að fara að ræða. Já. Ef við skoðum bara þá samsetninguna í íslensku atvinnulífi, við flytjum út fisk, við fáum hingað inn ferðamenn. Já. Og einhver fyrirtæki sem eru hérna að flytja út málma. Já. Sem að heimsmarkaðsverð þeirra ræður því hversu mikið Landsvirkjun fær í tekjur, pluss að það náttúrulega skaffa atvinnu. Hvað, þetta veikt eða er þetta ágætlega, hvað af þessu myndirðu telja myndi veikjast helst? Náttúrulega almennur efnasamdráttur í heiminum hlýtur að þýða hægari uppbyggingu ferðamannaðinnaðar. Já. Málmannir ættu að hækka. Verð á mat ætti ekki að lækka? Nei, alls ekki. Þetta hækka frekar. En það þarf líka hugsa það hvers konar land eða hvers konar efnahagur muni þróast hérna í framtíðinni. Það sé að ég held að
það hefur ekki verið mikið hugsað um þetta. Eftir 5 ár, eftir 10 ár og 15 ár. Hvernig atvinnugreinar vill fólk hafa hérna? Viljið hafa ferðaþjónustu? Er það sem að landið á að gera út á? Eða framleiðsla á þessu orkufreki iðnaður? Er það framtíðin hérna? Hvað vill fólk? Á að búa til meiri orku hérna eða ekki? Mér finnst þetta eins og skrítið í þessu samfélagi. Það er einhvern veginn, þessi stóru mál eru bara einhvern veginn ekki á borðinu. En maður hefði haldið að það ætti að búa til störf sem að gefa há laun, einhverja mikla virðisaukningu. Ég er ekki viss að ferðaþjónustan sé þar. En hvaða störf eru það sem hægt að byggja upp hér í þessum heimi sem þú ert að lýsa, það sem minni alþjóðavæðing? Er það ekki að sumu leyti slæm tíðindi fyrir að byggja upp eitthvað svona fjórða geira hér? Var hann ekki svolítið háður því að það skiptir ekki máli hvar í heiminu þú værir og allir gætu kepst við að byggja upp þjónustu? En við erum nú á markaði sem gerum 400 milljónir manna á evrópska efnahagssvæðinu. Og fyrir 350.000 manna samfélag það ætti að vera nógu stór markaður. Þurfum ekki allan heiminn. En á Norðurlöndum var sá pól tekinn fyrir áratugum síðan að stuðla að þróun hátæknigreina. Og þá verður að skipuleggja menntakerfi þannig að efla þessar greinar, stærðfræði, eðlisfræði í menntakerfinu, búa til kerfi fyrir fjármögnun á nýjum fyrirtækjum. Og einhver stöðuleika í efnahagslífinu til þess að slíkar greinar muni verða til og þróast. Þannig að það er eitthvað sem hægt að gera. Og verið að gera. En þættir eins og matvælaöryggi, að flytja inn hafa meiri matvælaframleiðslu innanlands, meiri ylrækt og fleira til þess að við séum síður áður erlendum viðskiptum, að flýta fyrir orkuskiptunum, þannig að við getum keyrt bílana og siglt skipin okkar fyrir innlendum orkugjöfum. Er þetta stefna sem þú myndir vilja sjá? En ég hef aldrei skilið þetta með fæðuöryggi, vegna þess að sjá til ef þú eflir landbúnaðurinn þarf olíu sem aðflutt og hann þarf áburð án innflutnings. Þá erum við komin aftur á 19. öld með orf og ljá. Ég meina að tala virkilega það. Þessi, ég hef aldrei náð þessu alveg. Eins og einhver sagði að viðbröðin hér við Úkraínustríðinu ætti að vera að efla grænmetisrækt í uppsveitum. Mér komnir að sér langt til hvernig að tala svona. Einhver nefndi að reisa aftur áburðarverksmiðjuna? Já. Það er auðvitað gríðarleg lífskjara skerðing að geta ekki notað utanríkisviðskipti, að flytja út það sem hagkvæmt að framleiða hér og flytja annað inn sem hagkvæmt að framleiða annar staðar. Það sé enginn að tala um að utanríkisviðskipti hætti og enginn að tala um að verða einangrað hagkerfi hérna í okkar landi. En þessi mikla alþjóðavæðing sem hefur verið, það getur verið hún gangi eitthvað tilbaka. Þannig að ég held að sé of langt gengið það sem þú ert að tala um. Matvælaöryggi, ég veit ekki hvað fólk á við. Já, ég að bara taka það upp úr umræðinu sem ég hef heyrt. En ég heyri að samdráttur í alþjóðavæðingu, að það getur verið að það sé að hugsa svona í mjög stóru löndum, en við verðum að horfa til þess að við erum lítið land. Þannig að við getum ekki búið allt til hér heima. Nei, enga megin og ekki æskilegt. Nei, og við erum að fara að hugsa hvað er það sem við ætlum að gera hérna og þið finnst vanta umræðin um það. Já, hvernig mun þetta land þróast á næstu áratugum? Hvað áleggja áherslu á? Og þó að það eru þetta enga gerir en ákveður hvað hann framleiðir, en það eru þetta hlúa að ákveðnum greinum, að búa til jarðveg, þannig að þessar greinar þrífist betur hérna. Og þá þarf menntakerfið, það þarf að hugsa um það og fjármögnunina og svo allt umhverfi þessara fyrirtækja. Svo það er eitt sem vantar. Og það vantar að tala um að
sko það, svona örríki, það alltaf, má segja, skjóli einhverja stóra ríkja, þó að já, á 19. og 20. öldinni, langt fram á 20. öld, var það breski flotinn hérna allt í kring, svo var það ameríski flotinn, og svo var það amerísk viðskiptatengsl síðustu áratugum, svo tóku við evrópsk viðskiptatengsl, löggjöfin miklu leyti frá Evrópusambandinu, svo hvernig á að hafa þetta í framtíðin, í þessu nýja landslagi sem orðið til núna, það sem við getum ekki treyst Bandaríkjunum eins og áður, það sem að Rússland orðið miklu hættulegra en það var áður, og það sem Kína að segja sig aðeins úr lögum við vesturveldin, og við erum kannski að fá þetta bandalag Kína og Rússlands sem vil breyta heimskipaninni, hvernig á að haga málum hér. Svo ég held að niðurstaðan sé svo að landi verða að tengjast betur Evrópu heldur en áður. Þó við séum nokkuð vel tengt, þá þurfum við að vera enn meira. En þetta eitthvað sem má ekki tala Nei, en svo kann það líka vera þannig að ógnin af Kína sé að bara efnahagslegu styrkur þeirra og vesturveldi séu að undirbúa það að Kína verði það sterkt að getur orðið andstæðingur. Þess vegna verið að búa til einhvern bandalag úr Ástralíu, Indónesíu og Indlandi til þess að einhvern veginn að ramma Kína inn, og Rússland átt að tilheyra þessu einu tíma og það bara kerfið einhvern veginn að brotna í höndunum á vesturveldunum, og þess vegna eru þau í svona vandræðum. En við skulum ekki fara kannski út í það. Það verða pínlítið vegna þess að ein af afleiðingunum af stríðinu var ákvörðun fjölda ríkja að auka mjög útgjöld til hermála, og við nefndum Trump áðan að allt í einu eru öll Evrópulönd að gangast undir kröfu hans frá því fyrir fáeinum árum það að þau létu 2% af landsframleiðslu fara í hergagnaframleiðslu eða heruppbyggingu. Þetta eru gríðarlegar upphæðir. Hvaða áhrif hefur þetta á efnahagslíf þessara landa, og kannski kallar þetta líka á aukna hervæðingu í öðrum löndum sem eiga kannski síður efna á því heldur en vesturveldin að verja peningum í svona dótri. En þetta náttúrulega leiðir til þess að þessi peningar fari ekki í uppbyggingu þá sem að þú varst að nefna, til dæmis menntakerfa og atvinnuuppbyggingu og ég tala ekki uppbyggingu velferðar þeirra sem að standa veikar, sem þú byrjar eiginlega á að tala að afraksturinn af alþjóðavæðingunni, hann hefði ekki skilað sér kannski til þeirra sem að urðu fórnarlöfbennar. Þetta hefur áhrif í efnahagskerfinu þegar það er aukin fé til hermála. En mér datt í hug í okkar landi að ekki allir við að fara að kaupa flugvélar og sprengjur, en þessi nútíma hernaður sem fyrir gegnum netkerfin, að það að búa sig undir netárásir, að Ísland hefur held ég hlutfallslega yfirburði í slíkum tölvu iðnaði. Þess að hér eru forritarar og fyrirtæki á þessu sviði. Ef ríkið fara að kaupa meira af þjónustu þessara fyrirtækja, þá gæti að verið spin-off að þau myndu eflast þessi fyrirtæki og ráða fleira fólk í vinnu og eflast kannski öðrum sviðum líka, ekki bara í vörnum gegn netárásum heldur á einhvern annan hátt, eins og í Bandaríkjunum þegar að Boeing verður til og ríkisstjórnin kaupir mikið af hergögnum frá Boeing, en þá eflist Boeing og framleiðir farþegaþotur og annað líka, þannig að svona opinber útgjöld til fyrirtækja sem líka geta gert eitthvað annað og tala ekki með þar útgjöld eins og hér, bara til þess að efla öryggi á netinu fyrir okkur sem ekki meira. Það er náttúrulega vísa til Boeing á tímanum fyrir 1980, þegar þetta var raunin. Eftir 1980 þá var það náttúrulega bara skreltað innan og með hryllilegum afleiðingum að þeir fóru að markaðssetja flugvélar sem að stóðust ekki í próf og drápu fólk. Þannig það er eitthvað að breytast í samfélaginu til þess að það veri svona. En ég ætla bara að spyrja með aukna hervæðingu. Við tökum bara dæmi af Þýskalandi sem er meira en að tvöfalda sín framlög til hermála. Hvaða áhrif hefur þetta á Þýskaland? Því að 1% af landsframleiðslu eru kannski 2,5% pluss af ríkisútgjöldum og hefur bara töluverð áhrif. Hvaða áhrif hefur þetta? Í sögunni, þá aukning ríkisútgjalda til hermála
þetta hefur sko jákvæð áhrif á efnahagslífið á þann hátt að það eykst eftirspurn eftir þýskum varningi sem er framleiða þetta heima og Þýskalandi er mikill framleiðandi hergagna. Síðan er einhverjir sem er að vinna í þessum hergagnaðina, þeir fá þá meiri tekjur og þeir eyða peningunum sínum í eitthvað allt annað sem er ekki tengt við hernað. Svona útgjöld, svona stimulusútgjöld, örva hagkerfið á þann hátt. Sko tjónið er það að þá er hluti af framleiðsluþáttunum að búa til hluti sem að ekki bæta velferð þjóðarinnar með því að auka örygginar og þjóðaröryggi skiptir gríðarlegu máli. En það auðvitað í fullkomnu heimi þyrftum við ekki að eyða svona peningum í hergögn. Þá væri verið að byggja skóla og brýr og eitthvað annað sem væri uppbyggilegra. En það er samt þannig að ef þú eykur útgjöld til hermála þá það verða margfaldar áhrif. Það sé að peningarnir hverfi ekki í þessum hergögnum heldur aukast á tekjur einhverja sem er að vinna í þessum gera sem síðan eyða í eitthvað allt annað. Svo yfirleitt er það þannig að aukin útgjöld til hermála þau örva hagkerfið en í þessu felst sóun sko með því að framleiðsluþættir eru notaðir í að framleiða skriðdreka en ekki traktora eða eitthvað sem að kannski væri uppbyggilegra. Það er rétt þetta að ef að það stafar hætta að þjóðinni sko. Ég meina við erum að tala að það sé verið að sprengja upp borgir ekki svo langt frá þeim slóðum í Evrópu sem við þekkjum kannski best. Ég hef ekki farið í Úkraínu en þetta er ekki langt þarna austur. Nei, eins og við erum varfið í Tjernobyl. Já, einmitt. En þú lýsir þessu svolítið svona bara eins og framleiðsla á ykkur en menn getur náttúrulega bara framleitt bara rauð borð og geymt í vöruhúsi og það væri sko efnahagslega ágætt því að framleiða hergögn er bara ágætt vegna þess að vonandi munum við aldrei nota þau þannig þú bara framleiða eitthvað dót upp í vöruhús og það hefur svona getur haft efnahagslegan stimulans en þú myndir líklega aldrei velja þetta nema af einhverju sko brýnni nauðsyn. Já, það er nokkuð rétt í því en það má samt benda á að sumar af tækni sem að við njótum frá degi til dags var til sko í röngum tilgangi til þess að drepa fólk eins og til dæmis þotur. Við kunnum að meta það að geta flogið með til Evrópu í þotum. Þessi tækni var til í Þýskalandi í síðari heimsstyrjöldinni. Ekki til þess að flytja okkur til Evrópu heldur til þess að nota í hernaði. Svo það er ýmis konar tækni sem er til í samspili eins og opinbera og einkafyrirtækja í svona varnarskyni sem manni finnst vera sóun og mikið af því er sóun en það samt kemur stundum eitthvað jákvætt út úr þessum. Ég var svolítið að fiska eftir í sko í hvað færu peningarnir annað, vanalega þá taka ríkisstjórnir peninga og setja í hernað, en hvaðan eru þeir að taka þetta? Hvaða útgjöld munu líklega verða minni út af auknum útgjöldum til hermála? Þeir geta líka bara að hækka skatta á það sem hafa mestar tekjur, geta að hækka skatta á fjármagnstekjur, það er þetta aflatekna, ríki getur gert það, aflatekna til þess að fjármagna svona útgjöld. Og segjum að það væri að leggja skatta á það sem hafa allra mestu eignirnar og tekjurnar og eyða þeim í svona framleiðslu, þá getur þú sagt að þeir sem eru að borga skattana hefði ekki eytt peningunum heima í Þýskalandi. Þessi peningar væru fluttir í einhver skattaskjól, einhver staðar, komið undan. Eða þá fólk er með svo mikið peningum að getur ekki eytt öllu síðan svo eða borgar aðeins meiri skatt, þá einhverju eftirspurn innanlands á þess að það verði neitt sérstakt tjón fyrir samfélagið. Svo það fer allt eftir í hvernig þú fjármagnar útgjöldin. Þú þarft ekki endilega að vera að skera niður velferðarþjónustu eða skólakerfi til þess að fjármagna svona. Herðu, þú ert í nefnd upp í Seðlabanka sem ákveðu því að við hlutverk að glíma við verðbólguna og nú er verðbólgan að hækka. Hún hækkaði mikið út af bólumyndun á húsnæðismarkaði, líka út af einhverju innlendi bólu hér. Hún var líka út af innfluttri verðbólgu og nú er augljóst að hún muni ennþá aukast. Ekki ætli þið að mæta áhrifum stríðsins í Úkraínu með því að hækka vexti
við Kalkúnsveginn? Sko þetta erfiðasta umhverfi sem peningastefna getur verið í þegar að verða kostnaðarhækkanir erlendis sem að flytjast inn í landið og við þurfum að fara aftur 50 ár, sko, 75 til 80 þar sem var eitthvað svipað að gerast. Það voru styrjaldir í Miðausturlöndum sem ollu því að olíuverð hækkaði fyrst 74, 75, svo 79, 80 og þá var sagt á þeim tíma, já þetta bara tímabundin hækkun á verð á olíu og svo gengur hún tilbaka og þá mun verðbólgan hverfa. En ef við erum að tala heiminn núna, þá vandinn sá að þegar svona verðhækkanir verða, þá geta þeir valdið því að laun hækki til þess að mæta þessum verðhækkunum. En kjaraskerringi verður ekki umflúin vegna þess að ef við erum að borga meira fyrir olíu, þá er lífskjörin verri. En ef við reynum að leysa það innanlands með því að hækka launin til þess að lífskjörin versni ekki, þá getur orðið til innlend verðbólga. Vegna þess að hækkun á launum til þess að mæta verðhækkunum á innflutningi leiðir til þess að innlend verð að hækka sem heldur. Og það gerðist þannig 75-80. Svo verðbólgan fór á skrið og verðbólguvæntingar hækkuðu og það var mjög þjáningafullt að ná verðbólgunni niður síðan eftir 1980 í stóru landunum, Bretland og Bandaríkjunum. Það land sem fór best út úr þessu var Þýskaland, af því að þar var passað upp á verðbólguna, þó hún væri innflutt, það var reynt að hafa heimil á henni með þá aðhaldssömum aðgerðum. En núna, við tölum okkar land núna. En má ég bara svo ég skilji, að þú segir að hafa heimil á verðbólgunni, en stór hluti af henni kemur innfluttur og síðan eitthvað viðbrögð við því og þeir eru að tala að hafa heimil á því, þannig að almenningum mun fá í hausinn innfluttaverðbólgu, pluss aðhaldsaðgerðir ykkar til þess að hindra þannig að þetta svona tvöföld ógæfa. En það eru leiðir út úr í og það sem ég finnst að þetta gerast núna, styrjaldi í Evrópu, það verðbólgan hingað til hefur verið húsnæði, það hafa verið laun hafa hækkað mikið, 7-8%, síðan hefur þjónustan verið að hækka líka, þetta eru innlendi þættir, svo núna innflutningurinn að koma inn, hann hefur verið aðeins að koma inn síðustu mánuði, en það ekki að segja að verðbólgan hér sé innflutt að megninu til. Þessi innflutti þáttur að vaksa. Svo það sem þyrfti að gerast núna á vormánuðum, áður en allir fara í sumarfrí og svo kjarasamningar í haust. Það þyrfti að vera samtal sem ég vona að eigi sér stað, en ég veit það ekki, á milli þá launþegahreyfingarinnar, vinnuveitenda og ríkisins að byrðunum af þessar kjaraskerðingur sem yfirvofandi verði skipt þannig á réttlátan hátt í einhverju skilningi þannig að við þurfum ekki að hafa miklu hærra vaxtastig. Það þarf smá tillaup til þess að svona geti gerst. En svo ríkið getur alveg lækkað skattheimtu á bensíni til þess að bensínverðið hækki ekki eins mikið. Það hjálpar lífskjör. Það enginn sem segir að ríkið eigi að hagnast. Skatttekjur ríkisins eigi að aukast þegar það styrjaldi í Evrópu. Það vegna þess að bensínverðið hækkar, þá hækkar skatttekjurnar af því. Það er ekki náttúrulögmál. Það að breyta svoleiðis hlutum. Það væri hægt að leggja í átak með að búa til ódýrt húsnæði. Húsnæðisliðurinn mjög erfiður fyrir þá sem eru á lægstu tekjunum og þá sem eru ungir. Það væri hægt að búa til svona heilsteypta áætlun til þess að í þessum heimi sem eru orðið svona hættulegur og óviss að hérna innanlands sé ró og sátt hérna innanlands, að það sé ekki stálist inn. Og það krefst þess ekki bara að launafólk þá fari fram á hóflegar launahækkanir, heldur líka þá að hinir sem hinum megin
séu með hópsemd eins og þeir sem eiga banka sem eru ákveða arðsemi eiginfjár og taka út milljarða og milljarða tugi út úr bönkunum. Þetta er auðvitað ekki uppskrift af einhvers konar sátt í samfélaginu. Það er ekki hægt að segja bara að annar aðilinn eigi að vera hófsamur og svo hinn alls ekki. Það þurfa allir að koma að þessu og koma á einhverjum friði hérna innanlands. Því ef að það gerist ekki, ef það er ekki friður og ekkert gert í vor og ef verðbólgan hækkar, þá eru vextirnir allt of lágir og þeir eru of lágir með allar, sko það eru neikvæðir umvextir núna, mjög mikið neikvæðir. Svo vextir, þessi seðlabankavextir, bara til þess að verði jákvæðir þurfa að hækka töluvert mikið og allar reglur peningastjórn segir að vextirnir hér séu of lágir núna, tala ekki með verðbólgan hækkar enn meira. Og þeir sem skulda, þeir getur sagt að vextirnir séu erfiðir en verðbólgan er það mikil að óverðtryggðu lán eru þá að brenna upp að einhverju leyti. Á móti, svo Seðlabankinn, þú spurðir okkur, sko, þarna, hann ber ábyrgð á því að þessi verðbólga fari ekki úr böndunum og hann verður að gera því. Samkvæmt lögum á hann að gera sem þarf til þess að halda verðbólgunni niðri og það verður gert. Þó að það sé gríðarlega óvinsælt og leiðin til þess að gera það er að fara með vextina upp sem minnkar eftirspurn, það lækkar fasteignaverðið, þá minnka framkvæmdir, byggingaframkvæmdir minnka, það dregur úr einkaneyslu og þannig dregur úr innlendri eftirspurn. Og góðu kannski áhrifin er að fasteignaverð myndi lækka en lánsfé er dýrara og þetta er gert, það vita hvernig á að gera það. Þó að þessi innflutt verðbólga bætast við, þá þarf samt að passa upp að hún leiði ekki til innlendra verðbólgu. Svo það sem er gert er að vextir fara upp, það er mjög óvinsælt, en þegar þeir farnir upp, þá dregur úr innlendri eftirspurn sem að síðan hefur tilætluð áhrif. En til þess að þetta verði ekki of kvarafullt, þá væri æskilegt að stjórnvöld hérna og vinnumarkaðurinn settust niður núna í vor og nú er að koma apríl og ég held þetta hafi ekki gerst ennþá og í júlí, ágúst eru allir í sumarfríi og svo byrja deilur á vinnumarkaði þannig að núna ætti það að gerast að það er svona vá sem steðjar að landinu og heiminum. Þetta er bara alveg ótrúlegt eftir farsótt að við séum eiga við styrjaldarástand í Evrópu. Það eru þessi verð á hrávöru sem er á leiðinu upp. Það leiðir til innfluttur af verðbólgu og það þarf til skamms tíma að búa til svo heilsteypta áætlun. Þannig að fólk sé ekki, enginn fær allt sem hann vill, en að þetta sé nægilega tekið tillit til allra hagsmuna að það sé friður hérna innan hans og það þýðir ekki bara þetta íslenska orð frekja sem að einkennir stundum þessi að sjá ekki hagsmuni annarra heldur en sjálfsins. Það er svona einhvern þjóðarmein finnst mér að menn geta ekki, menn er bara að komast upp með það sem að þeir komast upp með og skýtt með aðra og það er ekki sjálfsagt mál núna þegar ríkissjóður er búin að leggja í milljarðatuga útgjöld síðustu 2 ár til þess að halda fyrirtækjum í ferðaþjónustu á lífi sem hefur orðið til þess að útlánatap bankanna hefur verið sára lítið. Þessi að ríkissjóður tók á sig útlánatapið sem hefði annars dottið á bankana að þá þegar við komum út úr COVID-kreppunni séu bankarnir að borga út milljarðatugi í arð. Þetta bara brýtur í bága við þetta er réttlætiskennd fólks. Það er ekki sjálfsagt mál að við séum að greiða all þessi þjónustugjöld sem við greiðum fyrir alla greiðslumiðlun og notkun á kortum og heimabankum og allt þetta. Ef maður fer inn á, við getum farið inn í heimabanka í breskum banka og athugað verðskrána og borið svo saman við verðskrána hér. Þegar farið til Danmerkur og athugað hvernig þessi mál eru. Það var einhver ráðherra sem ég sýndi talaði bankana sem mjólkurkú. Ég veit ekki, kannski dreymdi mig þetta, en ég held að hann hafi verið skrifið grein í hvort það var Morgunblaðið eða Vísir, þar sem að ráðherra var að tala bankana sem mjólkurkúr.
kýr. Þetta ekki eðlilegt að bankar, þess að ég vil að tala bankar sem, sko, hvernig verður mjólkin til? Hún verður til í svona það eru við sem eru mjólkurkúin en þeir eru mjaltavélarnar. Já, við getum ekki vikið okkur undan þessu. Þú veist, þú farir reikningi í heimabankan og það er 100 kallar sem koma þar. Þú notar debitkort og borgar 18 krónur eða 19 krónur í hver sinn og þetta eru nógu lágar upphæðir í hver sinn að fólk bara að hugsa aðra hluti frá degi til dags. En svo þetta milljarðatugir sem að safnast upp og svo greitt út til eigendana og það engin samkeppni þarna. Svo ég að segja bara að sko það sem að það þarf einhvern veginn en ég veit ekki, kannski þetta bara ekki hægt í þessu landi að menn það get ekki allir. Mér langar að spyrja þess út í þetta, því þú nefndir bankana. Þetta ávið líka önnur fyrirtæki. Það talað að skráð fyrirtæki munu greiða eigendum sínum 200 milljarða í arð á þessu ári, annars vegar bara með beinum arði eða með uppkaupum hlutabréfa til þess að auka hag eigendana og þú nefndir bankana, bæði Arion banki og Íslandsbanki eru með plönum að greiða eigendur í 60 til 70 milljarða og bara næstu misserum. Það svipaða er bara við skrítið fyrirtæki svo Síman sko, sem er bara pínu lítið fyrirtæki sem er að selja sko fjarskiptaþjónustu. Það ætla að greiða eigendur í 50 til 60 milljarða í arð á næstu misserum. Á meðan þú varst að tala þá sló ég inn sko af því að seðlabankastjóri hafði gagnrýnt kaupmáttar hagvaxtaraukan sem á að koma núna 1. maí sem eru eitthvað rúmar 10.000 krónur. Ég sló bara, ég held að sé 10.500, en ég sló 10.000 kall á 120.000 félagsmenn í alþjóðsambandinu. Það eru 14,4 milljarðar. En við erum að tala 200 milljarða sem að eigendur bara tildulega fárra fyrirtækja, það er ekki mörg fyrirtæki skráð á Íslandi, sem eru að taka til sín. Það er nú næstu í skiljanlegt að sko verkalýðshreyfingin sé bara ekki eiginlega til í að fara í einhverja sko þjóðarsátt sem er byggð á svona miklu misræmi. Jú. En sko ég vil gera greinarmun á hagnaði til hvernig hann verður til. Þessi kapitalismi sem við vorum að tala áðan, hann felst í því að menn sem fólk sem hafa peningalegt fjármagn, það fjárfestir í einhverjum atvinnutækjum, það sem störf verða til og kapitalismi gengur út á það að leiða fjármagni í rétta leið, sko í fullkomnum heimi, fjármagni fara þangað sem að arðsemin mest, þar sem að þú skapar mest gæði fyrir samfélagið og þá hagnast allir af því. Ef þú ert í miðstýrið eða kommunistahagkerfi, þá er einhverju bírókratar sem ákveða hvort það byggja brú þarna eða verksmiðju á einu staðnum og ákvarðantakan allt í rugli, en kapitalismin þess vegna hafa lífskjörni batnað síðustu 100 ára. Gylfi, þú ert að tala sko eitthvað sem við getum kallað kapitalismi góði. Kapitalismi vondi, þá er það þeir sem eiga fjármagni kaupa fyrirtæki, skræla það innan, selja innviðina út úr því, halda laununum niðri og eru raunverulega með algjörlega þjóðhagslega óhagkvæma aðgerðir. Sko, ég ætlaði að fara í þessa átt. En við getum sagt þessi fyrirtæki, ég meina Össur, Marel, CCP, eða tónlistarfólk sem býr til fallega tónlist sem að selst út allan heim. Það að þessir aðilar hagnist mikið, það er enginn sem myndi hafa neitt út á að setja, þeir hafa búið til verðmætin sjálfur. Þessi ef að krakkar mynda sem að heyrst þetta með íslenska tónlist í útlöndum einhverstaðar, hvað heita þeir, en krakkar sem ég fallega melódí og hún selst út allan heim og hagnast mikið. Ég skulle bara taka dæmi að Sigurós sem að lendi í linnulausum skattrannsóknum meðan að önnur fyrirtæki kannski sluppu við það, en þeir sluppu loksins á endanum. Björk eða Sigurós, ég meina hver það getur enginn verið að segja að það sé neitt rátt. Ég meina þetta er bara fólk sem er með sínum dugnaði og sköpunargáfu er búið til verðmæti sem að heimur vil greiða fyrir. En það sem er slæmt er þegar hagnaðurinn verður til vegna aðstöðu, þessi að fákeppni og þetta heitir náttúrulega einokun þegar það eru svona mikil fastur kostnaður að það verður ekki samkeppni eins og síminn, fjarskiptanet eru þannig að það er það mikil stofnkostnaður að það er lítil samkeppni. Við viljum stofna annað fjarskiptakerfi fyrir landi til þess að keppa við Símann, þá er það mjög erfitt, það er ómögulegt og eins með bankana, þeir eiga reiknistofubankana. Ef þú ætlar að stofna ódýra greiðslumiðlun í landinu,
þá getur við gert það án þess að þeir þá veiti þeir aðgang og þeir gera það ekki, virðist vera. Og Seðlabankinn núna, ég hef búin að tala þetta hvert einasta sinn sem að einhverju fjölmiðlum hefur samband með mig ódýra greiðslumiðlun, að hér sé greiðslukort innanlands þar sem maður ekki að greiða þessi gjöld af kortunum, þannig að innlenda greiðslumiðlun sé frjáls og ókeypis og þeir hagnist á vaxtamunum en sé ekki að hagnast á innlendri greiðslumiðlun og þá viðbrögð Seðlabankans að segja að það sé nefnd í gangi að undirbúa eða kanna hvort það sé skynsamlegt að taka upp rafmynt hjá Seðlabankanum sjálfum. En það miklu stærra mál. En hinir geta ekki gefið eftir. Þetta var gert í Danmörku fyrir áratugum síðan. Dansku bankarnir sagði við getum ekki haldið þessu til streitu og byggu til ódýra greiðslumiðlun innanlands fyrir Danmörku. En hjá okkur, finnst þetta ekki þessi og okkur, þannig að segja, maður getur hagnast ef þú væri bankaeigandi með því að gera þetta ekki. En þannig, í hagfræði tala ósýnilegum handinn á þetta og hún notuð til þess að réttlæta eigingirni. Ef að bakarinn hugsa bara sig, þá mætir hann klukkan 6 á morgnan og bakar brauðin handa viðskiptavinum. Og það alveg rétt. En ástæðan fyrir að hann gerir það svo að það samkeppni. Svo samkeppnin það sem að leyfir hagsmuni einstaklinga sem hugsa að hagnast að hagsmunum almennings. En ef þessi samkeppni ekki fyrir hendi, þá þessi græðgi eða eigingirni ekki til neins góðs. Hún verður til þess að fáir hagnast á kostnað annarra. Og þetta á við svona fákeppni sem í eðli sínu fákeppni eins og greiðslukerfin, þetta á við kannski símakerfin og þetta tryggingamarkaðurinn sem varinn vegna þess að við erum í krónukerfi sem erlend fyrirtæki myndu ekki vilja koma inn í krónuna að taka gengisáhættu með því að vera mikið inni. Svo krónan, hún samkeppnishindrun á mörgum sviðum. Svo það ekki... Má ég spyrja aðeins út í þetta, því að þú ert að nefna þarna sem verður að kalla markaðsbrestir. Og þegar verða markaðsbrestir, þá ætti einhver að stíga inn og gera eitthvað. Og það ekki gert með markaðsbrestunum sem eru augljóslega í fjármálakerfinu, það sem ég held að sé svona bilinu 2,5 til 3% af öllum krónum sem bara velta í hagkerfinu enda sem hreinn hagnaður hjá bönkunum. Þetta náttúrulega út yfir allan þjóðarbálk. Þetta bara, engin þjóð lætur þetta yfir sig ganga. Við erum með annað kerfi sem blessunarlega að koma meira og meira inn í umræðinu sem húsnæðismarkaðurinn, sem bara markaðsbrestur. Það þannig að það búið til oflítið húsnæði, það of dýrt, þeir sem að þurfa á húsnæðinu get ekki keypt það, þeir sem þurfa að leigja það étin upp allt ráðstöfunarfé þeirra. Þannig að það fólk sem að fer inn á markaðinn til þess að raunverulega að hagna stórkostlega á neyð náunga sinna. Þannig að þetta bara algjör markaðsbrestur. En við lifum í samfélagi þar sem að við erum búin að tapa trúnn á því að það hafi nokkur vald yfir markaðnum og eigi að hafa vald yfir markaðnum. Ríkisvaldið á ekki að stíga inn í þetta, hvorki inn í fjármálamarkaðinn né húsnæðismarkaðinn. Og því miður þá erum við bara í einhverju svona eins og hugmyndarlegu þroti gagnvart stórkostlegum vanda. En lausnin svo að markaðurinn, hann þarf samkeppni, en hann þarf líka umgjörð, til dæmis auðvitað lög og rétt og vilhalla dómstóla. Það ekki í öllum löndum, það ekki í Rússlandi og Úkraínu og þannig að það réttaríki, en svo það þarf samkeppniseftirlit, það nauðsynlegt, menn alltaf tala niður þessar eftirlitsstofnanir, eða sumir gera það, en það þjónar tilgangi, en síðan verður maður að búa til umhverfi þar sem auðveldast að komast inn á markaði til þess að örva samkeppnina, en ekki að ríki sé að vernda þá sem í þessari stöðu. Það sé að þá reyna að eyða þessari fákeppnisrentu með því að búa til hagkerfi þar sem samkeppni sem allra mest. Og það hægt að hafa það að stefnu og það ýmislegt að gera til þess að svo verði.
Að þú talar svolítið mikið bankana, má ég spyrja því, heldur að geti að bankarnir með því að bakka upp þessi fáu verktakafyrirtæki sem að drotna yfir húsnæðismarkanum, heldur að bankarnir séu ekki raunverulega svolítið að hafa áhrif á tregðun á húsnæðismarkanum? Veistu það, ég veit ekki svarið við þessu, ég veit ekki, ég þekki ekki verktakabransan nógu mikið til þess að vita hversu mörg verktakafyrirtæki eru en hver markaðsbresturinn? Ef fasteignaverð hátt, þá byggja þeir hús. Nei, það ekki, það vandamálið. Þeim tekst ekki að þjóna markanum, almenningur vantar ódýrt húsnæði og mikið af því. Verktakabransinn, hann skilar þeim dýru húsnæði og of litlu af því. En það einhver eftirspurn þá líka eftir dýru húsnæði? Nei, það eru húsnæði sem eru síst seld, það niðri við Austurhöfnina. Það sem selst ekki? Það er það sem að líklega vegna þess að þau hafa eitthvað misreiknað sig, reikna ég beð, að þau hafa talið að þau myndu hagnast mest á því að selja helst útlendu fólki sem myndu kaupa rándýrar blokkaríbúðir í Íslandi til þess að láta það standa auðar. Það var gríðarleg þörf fyrir því að byggja ódýrt húsnæði fyrir fólki í mikilli neyð, ungt fólk og lágtekjufólk, en það sinntu ekki þeim markaði, að þeir töldu að hagnaður verið meiri hér. Þegar að þetta kemur í ljós, að þá í staðin fyrir að verði verðfall á dýru eignurum, að þá vegna þess að þeir skulda bönkunum svona mikið, þá er verðinu haldið uppi. Það er svo klassíska þegar verður svona, er þetta ekki það sem að gerðist í Japan til dæmis, að bankarnir raunverulega standa í vegi fyrir endurnýjun vegna þess að þeir þoli ekki sjálfir að fá verðfall á vörunni eða húsnæðinu. Veistu það getur verið já, þú hefur eitthvað fyrir þessu, en ég veit ekki sjálfur ná mikið til þess að... Nei, við verðum að finna eitthvað sem hefur rannsakað þetta, því að þetta þarf að rannsaka því þetta er eitt stærsta meinið á Íslandi sem er húsnæðismarkaðurinn og þú þekkir það vel vegna þess að húsnæðismarkaðurinn gerir ykkar starf bara erfitt að halda aftur af verðbólgunni vegna þess að kannski 40% af verðbólgunni undanfarin ár hefur komið út af bólu á húsnæðismarkaði. En þannig fyrir 2 árum síðan þegar COVID kom, þá vissum við ekki hvort að við gátum alveg búist við að húsnæðismarkaðurinn myndi hrynja vegna þess að fólk þyrfti ekki að fara út á götur, hvað þá að væri að flytja sem set að kaupa nýtt húsnæði. Og ef hann hefði hrunið, þá hefði það haft enn frekari neikvæð áhrif á atvinnu í landinu. Svo vaxtalækkanirnar voru til þess að setja gólf undir þetta og margt annað. Og það að húsnæðisverð hafa hækkað svona mikið, það var nú ekki fyrir séð á þeim tíma. En verðhækkun húsnæðis við eðlilegar aðstæður veldur því að það er meira byggt á húsum sem skapar atvinnu fyrir fólk. Þetta er eitt af þessum farvegi peningastefnunar sem er ekki óæskilegur. Þetta er bara eins og kerfi virkar, þú lækkar vexti, þá hækkar verð á öllum eignum. Svo málverk seljast fyrir hærra verð, þá mála listmálarar fleiri málverk. Þegar hús hækki verði, þá koma verktakafyrirtækin byggja fleiri hús. En síðan hefur þessi verðhækkun orðið kannski miklu meiri heldur en búist var við og einhvers þar á jaðra við að sé bólumyndun sem maður þarf að taka á. Auðvitað ef vextir fara upp á næstu mánuðum þá mun það draga úr þessari húsnæðisverðbólgu. En þetta er einmitt það sem að þarf að gera er að athuga markaðsbresti, að athuga markaðinn, verktakabransan, að athuga alla hagsmunina sem er í þessu til þess að einkageirinn og þetta markaðshagkerfi bæti kjör almennings. Það þarf að passa upp á umhverfið en ekki bara að segja allir hugsa sig og þá verður allt í lagi. Það er ekki þannig. Nei. Herðu, Gylfi, þetta er ágætisloka orð vegna þess að í sömu leyti ertu búin að vera svona binda slaufu á tímabil alþjóðavæðingu og nýfrjálshyggjunar. Þú ert ekki að slá af kapitalismans og ég taki það skipt fram því að þú verðan leið og hljómar eins og ég ætla að hallmælunum. En niðurstaðan er eiginlega svo að stríðið í Úkraínu og kannski COVID á undan eru að marka svona viss endalok, viss tímabils og það er óvíst hvað tekur við og það er tímabilið sem við erum á núna og Gylfi kallar eftir því að pólitíkin fara að ræða hvers konar samfélag við ætlum að hafa í breyttum heimi þar sem að dregur úr svona öfgafullri alþjóðavæðingu. Hann
hefur talað hér að við horfum til Evrópu, en líka tala að það þurfum að skoða hvers konar atvinnutækifæri í að byggjast upp í framtíðinni og þetta bara akkurat það sem ég á vonast þess að kæmi út úr þessu samtali, eitthvað svona fóður fyrir fólki sem að satt hérna með okkur og hlustaði til þess að hugsa þau tímamót sem við erum í. Ég fæ örugglega að heyri í þér aftur, Gylfi, vonandi þarf ekki stríð eða farsó til. Kannski getum við talað kjarasamninga næst. Kjarasamninga, já, mitt. Já. Það var gett. Kæra þakkir aftur og ykkur sem að hlustuðu. Ég hvet ykkur til þess að læka þennan þátt og læka síðu samstöðurinnar bæði á YouTube og Facebook og svo erum við líka með samstöðun.is. Þar geta þeir sem að vilja styðja samstöðuna og uppbyggingu hennar, svona þessar samfélagsumræðu sem við höldum hér uppi. Þið getur gengið í alþjóðfélagið, það kostar á við 2 kaffibolla í mánuði, þá eru þau raunverulega að kaupa áskriftarsamstöðunni bæði fyrir ykkur og líka fyrir þá sem ekki efna á því. Hérna í seinni kvöld að þá byrjar aftur þátturinn miðnætti í Kænugarði að klukkan 10 sem er endar tónvillisa vegna þess að það er búið að breyta yfir í sumartíma og nú er klukkan 10 hjá okkur er klukkan 1 á nóttinni í Úkraínu en við ætlum að tala möguleika á friðarsamningum og svo koma hingað 3 rússneskar konur og tala sorg Rússlands og ef að tími vinnst til að þá ætla ég að segja ykkur aðeins sögur af svona kenningum alþjóða samskipti sem eru núna orðin svona aðkallandi að við sittum okkur inn í það því að margt af umræðu dagsins er mótað þessum kenningum og þessum kannski ágætt að skilja það hvaðan þær koma og hvað þær meina. En ég þakka kærlega fyrir núna að sinni. Takk.